Komið sælir, kæru áhorfendur og verið velkomin hér í Akraneshöllina sem að Skaginn og Tindastóll mætast í 32 liða úrslitum. Sverrir Mar Smárason heiti ég og ætla að stýra þessu hérna með Birni Þóri Björnsinni. Hvað segirðu þá? Ég segi bara allt ljómandi gott. Það ekki bara? Jú, spenntur fyrir þessu leik, alltaf gaman þegar bikarkeppnin byrjar. Já. Það þessi svona þegar aðeins svona, já, liðið neðri deildum geta máta sig við þeir stærri og það alltaf svona mikið spenna og menn eins og Tindastóll eiga eftir að koma miklum krafti í þennan leik gerir ég ráð fyrir. Akkurat, eins og talar liði í neðri deildum, Tindastóll auðvitað í töluvert neðri deild heldur en Skagamenn spila í fjórðu deild, gerðu það sömuleiðis í fyrra sem það svona voru ákveðið miðlungslið, það sést kannski bara á byrjunarliði Skagamanna svona fyrirfram svona talin getur munur liðana. Já, það mikla róteringar í byrjunarliði Skagamanna sem við fáum að sjá á eftir, þannig að já, það margir svona yngri leikmenn sem fá að spreyta sig í dag og það verður líka gaman að sjá það. Akkurat, kannski svona fyrst sem að okkur finnst svona skemmtilegt að ræða eru tengingar á milli liðana tveggja. Það eru auðvitað töluvert af svona leikmönnum sem hafa spilað á báðum stöðum og við byrjum kannski bara í Tindastólsliðinu. Þar eru sérstaklega bræðurnir Halldór Jón og Konráð Freyr sem eru sigursinnir Sigga Donna sem var akkurat að mæta hérna í höllina. Já. Þeir mæta hér svona sínu uppeldisfélagi. Heldur að það hafi sterka þýðingu? Já, ég held það og við heyrðum náttúrulega hér fyrir leik að Konni með fyrirliða bandi í tilefni dagsins. Hann var ekki fyrirlið í sumar en hann fyrirlið í þessu leik, þannig að auðvitað hefur þessi leikum einhverja þýðingu fyrir hann og við höfum líka tengingu í Skagaliðinu. Einmitt. Það í Skagaliðinu auðvitað Jón Gísli sem uppalinn á Sauðárkróki, Rúnar Már á bekknum í fyrsta skipti hjá IA og svo eru hérna frændatengingar. Arnór Smárason fyrirliði IA er frændi tveggja leikmanna í liðinu á Tindastóli. Það var ekki bræður sem spila í hópi hérna, á Jón einhverja tengingu í Tindastólsliði eða hvernig er það? Nei, ég held ekki svo ég viti allavega. En það spurning að við fáum byrjunarlið Tindastólsmanna upp á skjáinn og förum í gegnum það hér. Þar í markinu Nökkvi Þór Eðvarsson. Við fengum það hérna einmitt fyrir leikinn sömuleiðis að serbneskur markvörður ekki komið leikheimild og ég heyrði það að Skagfirðingar væru mjög fúlir yfir því að hann væri ekki klár því að það hörku markmaður. Svo Sverrir Hrafn Friðriksson, David Bersetto, Dominic Lewis Furness sem einnig þjálfari liðsins, David Bielobrek, Jónas Aron Ólafsson, Konráð Freyr Sigurðsson sem fyrirliði í dag, Bragi Skúlason, Arnar Ólafsson, Hólmar Daði Skúlason og Manuel Ferriol Martínez. Talandi svona þessa erlendu leikmenn, serbneski markmaðurinn ekki komið leikheimild en við vorum beðnir að fylgja sérstaklega með miðjumanninum Manuel Ferriol. Já. Það verður spennandi að sjá, en þessi leikmenn náttúrulega lítið spila með, það raun og verið svolítið kannski, mörgum fyrst kannski ósanngjarnt að Tindastólsmenn ekki komnir inn í tímabili, annað heldur Skagamenn sem eru á fljúgandi siglingu núna, þannig að ákveðnu leyti það svolítið ósanngjarnt staða og þessir erlendu leikmenn hafa væntanlega ekki náð að stilla sig almennilega inn í liða en það verður spennandi að sjá hvernig þeir standa sig í þetta. Akkurat, og ég svona sérstaklega spenntur fyrir því að einmitt eins og við nefndum áðan, sjá hvernig Konni kemur inn í leikamóti IA og svona, þú veist, hefur oft spilað á móti Kára auðvitað og svona þar hafa kannski verið meiri félagar hans í liðinu en núna þetta klúbburinn sjálfur. En það var bara spurning að við fáum upp á skjáinn byrjunarlið IA. Þar töluvert breytt lið frá því í leikjunum í deildinni. Dino Hotsits varamarkmaður, hann byrjar í dag. Arnleifur Hjörleifsson, Ármann Ingi Finnbogason í sínum fyrsta leik í sumar. Albert Hafsteinsson, Viktor Jónsson fyrirliði í dag, Erik Tobías Sandberg í hjarta varnarinnar, Ingi Þór Sigurðsson, Guðfinnur Þór Leósson, Árni Salvar Heimisson, Hilmar Elís Hilmarsson í sínum fyrsta keppnisleik fyrir IA og Jón Gísli Eyland Gíslason. Fáum kannski bara Arnór Smárason hérna til okkar. Við ætlum aðeins að fara yfir fara yfir þetta byrjunarlið og eins bara einhverja fleiri hluti. Svona byrjunarlið í dag, þetta eru margir ungi strákar og margir svona að fá tækifæri. Hvernig líst þér á þetta? Já, algjörlega. Mér líst bara mjög vel á þetta. Eins og segir, þetta eru svona leikmenn sem hafa fengið
til að byrja með á tímabilinu, aðeins minni spiltíma og fá bara flottan leik, alvöru leik til þess að sýna sitt og það bara að vera spennandi að fylgjast með því og vonandi taka með bara sína sénsa. Strákar eins og við varum að nefna áðan, Ármann Ingi að spila sinn fyrsta leik á tímabilinu, Hilmar Elís að spila sinn fyrsta leik, keppnisleik fyrir IA. Það er stórt. Ef við tökum Lengjubikarinn út úr því mengi, þannig að svona ertu spenntur að sjá hvað þeir hafa fram að fara þetta? Algjörlega. Ármann búinn að vera að glíma við meiðsli aftan í læri og er búinn að vera svolítið utan hóps, búinn að æfa vel með sjúkraþjálfarunum og komin inn í þetta aftur og það er bara ánægilegt. Það er bara ennþá meiri baráttu stöður í liðinu og vonandi eins og ég segi áðan, nýtir hann bara sína sénsa, spennandi leikmaður, skamaður og sem með svona X-faktor sem við þurfum sannarlega að halda í sumar. Og Hilmar, Hilmar bara kröftur, leikmaður, frábært sísón með Kára í fyrra og bara svona að taka næstu skref á sínu ferli og bara stórt fyrir hann að fá fyrsta alvöru leiki með ég. Það er ein spurning sem brennur á Skagamönnum samt hér fyrir leikinn í dag. Rúnar Már loksins kominn í hóp og hann á bekknum í dag. Getum við gert ráð fyrir að sjá hann koma hér inn á þótt að það væri kannski í mýflugu mynd? Já, nú ég ekki þjálfari liðsins, en ég þykist maður þykist vita eitthvað. Hann er búinn að lúkka mjög vel. Hann er búinn að vera exceptionally professional, en við erum að sletta. Það má hér og ég síðustu mánuði og búinn að æfa með liðinu í þessari viku. Mér finnst mjög líklegt að fá einhverja mínútur í dag. Hann er búinn að líta vel út á þessum æfingum sem við erum búinn að taka. Og bara, það er náttúrulega bara frábært fyrir okkur og bara klúbbinn að fá svona alvöru gæða leikmann inn í hópinn og ég er gríðarlega spenntur að fá að sjá meira af honum og vonandi fyrir skipti hér þetta. Og hann sem sagt búinn að ná sér af meiðslum alveg fullkomlega eða? Já, öll test allavega vilja meina það. Það er kannski betra að fá Mario bara í þá spurningu. En það sem ég veit er að þetta hefur allt lítið mjög vel út og hann hefur staðist öll þau króatísku test sem Mario er búinn að leggja fyrir hann. Það myndi kannski hafa svona, það er kannski bara þessi dagur sem hefur svona einhvern veginn sérstaka þýðingu að hann kæmi þá inn á í fyrsta leikur í á móti Tindastól og þetta svona væri aðeins ekstra. Já, þetta er ágætis. Þetta er mjög rómantískt og ég veit að bæði hann og Jón Gísli, þeir voru mjög ánægðir með að við fengið Tindastól. Jón Gísli reynda baunaði yfir mig að hann fengið útileikinn. Já, þú meinar. En einmanleikurinn voru döð í dag. Já. Sko, langar svona aðeins bara að koma inn á, við erum inn í Akraneshöll en ekki út á velli, mikið verið rætt og ritað það, margir pirraðir og fúlir yfir því. Mér sýnist ekkert vera að þessum aðstæðum. Hvað finnst þér? Nei, þetta eru náttúrulega bara góðar aðstæður hérna inni. Þetta eru náttúrulega bara bestu aðstæðurnar sem við getum boðið upp á akkurat núna. Aðalvöllurinn okkar úti er að verða klár, hann er ekki klár. Sumarið komið. Sumarið komið, til hamingju með það. Já, sömuleiðis. Og þetta er alltaf koma. Við tökum þessa viku, næstu 2 leiki inn í höllinni og svo ætti bara grassið að vera klárt í leiki þar á eftir. Þannig að við gerum bara best úr þessu, umgjörinn er flott hérna, það er allir að gera sitt besta hérna, bæði fyrir utan og inn í höllinni að láta þetta ganga sem best upp og vera sem best umgjörð og mér sýnist bara að það verður að takast mjög vel upp. Takk fyrir þetta Arnór, leikmenn er að ganga hér inn á völl þannig að við ætlum að segja þetta gott hér í bili, við ætlum að koma okkur upp og lýsa leiknum fyrir ykkur, biðja ykkur að njóta leiksins. Fredriksson, nummer 4, Segov, nummer 4, Dómur Kurnas, nummer 4, Karl Kjörfótt, nummer 14, Jón Ólarsson, nummer 16, Konrad Sjónsson, Alla, það væri gott fyrir að smetla vélinn í lægstu stöðum bara komin í fyrir einhver stöð hér og þar að vera í gangi. Ok, og 3.
Varamenn Tindastóls eru Mikael Örn Reynisson, Ívan Senovi, Elín Kár Gröndal, Davíð Þóran, Jóhann Davíð Gíslason, Viktor Smári Sveinsson, Kristinn Örn Ægisson. Þjálfari Tindastóls Halldór Jón Sigurðsson. Arnleifur Björnsson, númer 7, Ármann Ingi Finnbogason, númer 8, Arnar Hásteinsson, númer 9, Viktor Jónsson, fyrirliði, númer 13, Erik Þórir Sandberg, númer 17, Ingi Þór Sigurðsson, númer 18, Ingi Þór Ívarsson, númer 27, Árni Sævar Heimisson, númer 23, Hilmar Hilmarsson, og númer 26, Jón Gísli Gíslason. Jó, komið þið sælir aftur, kæru áhorfendur, búnir að koma okkur fyrir hér upp í stúku. Það virðist allt vera klárt, eitthvað svona kannski sérstakt sem þú tekur út úr því sem Arnór sagði, Björn? Nei, svo sem ekki, nema bara þessi að ég svo spenntur fyrir að sjá Rúnar Má og hann svona gaf okkur von við að sjá það og það fannst mér skemmtilegast að heyra. Akkurat, hann gerði það, en Arnór sagði að öll króatísku testin hafi litið vel út og það er alveg líklegt að við fáum að sjá Rúnar Már hér í nokkra mínútur í Akraneshöllinni í dag gegn sínu uppeldisfélagi. En dómari leiksins Erlendur Eiríksson sem er við það að flauta okkur í gang hér. Reynslumesti dómari landsins. Já, það er rétt. Erlendur málari. Þá erum við komin í gang hér í höllinni. Konráð Freyr með fyrirliðabandi, uppalinn skagamaður. Og já, eins og við komum inn á í aðdraganda leiksins að þá er hann aðeins fyrirlið í dag vegna þess að hann er að spila á Akranesi gegn Ía. Hann hefur í mörg ár verið fyrirliði hins vegar en með nýjum þjálfara koma nýjar áherslur og yfirleitt breytingar, þannig að hann hefur ansi, hann er náttúrulega skagamaður og pabbi hans og afi léku með Skaganum. Rétt. Og bróðir hans. Sögkræklingar byrja hér með boltan og halda bara ágætlega í hann. Það er Sverrir Hrafn sem að svona venju samkvæmt er fyrirliði liðsins. Hann er Vopnfirðingur í grunninn. Arnleifur fyrirgefina en þetta er stöðvað. Arnleifur fær hann aftur. Hér er Ingi Þór með sendinguna á fjær en Hólmar Daði skalla frá. Það er sótt hratt. Manuel með sendingunni fyrir, hún er of föst fyrir Braga. Bragi Skúlason og Hólmar Daði Skúlason, þeir eru bræður. Já. Hann leikvar númer 20 og 21 í Tindastólsliðinu. En svona þeir sem er að horfa taka eftir því að Tindastóll er ekki í sínum hefðbundnu vínrauðu treyjum. Þeir fengu skilaboð fyrir leikinn það að þeir mætti ekki vera í vínrauðu. Hvað, þótti það of líkt gula litnum eða? Það hlýtur að vera að einhverju leyti. Þetta voru skilaboð frá dómaratríónu að þeir voru búin að græja sig í sínu vínrauða lit en það bennir að skipta. Já. Guðfinnur hér með mikla pressu á Manuel. Manuel leysir þetta ágætlega, kemur honum á Hólmar. Skagamenn setja þunga pressu en Árni Salvar aðeins og ákafur og brýtur af sér. Það tók 2 mínútur og 40 sekúndur að fá boltan upp í loft. Já. Getum alveg reiknað með því að gerist í örfá skipti hér í dag.
Það alltaf leyst á sama hátt nú til dags. Dómarinn droppar boltanum og liðið sem sparkaði upp losar hann tilbaka. Skamin í sama kerfi og þeir hafa verið að spila í upphæði móts, eða bara hér í vetur. Það eru með Erik Tobías í hjartanu, það eru með Jón Gísla og Hilmar Elís sikkura megin við hann, Árni Salvar og Arnleifur vangbakverðir. Svo er það svona, eigum að segja, eiginlega 4 á miðjunni í svona kassastillingu. Já. Albert, Guðfinnur Þór, Ármann Ingi og Ingi Þór, Viktor Jóns einn upp á topp. Viktor Jóns búinn að gera 4 mörk í fyrstu 3 leikjunum í bestu deildinni. Við erum nú gert með það gamni að kýtast aðeins á X-inu. Aðeins að poti þá sem að vildu meina að hann gæti ekki skorað í efstu deild. Nei, það hefur verið gagnrýnin á Viktor. Ármann komin í góða stöðu, tekinn niður hérna, þetta var klaufalegt hjá Manuel. Stórhættulegum stað. Já, mátti ekki miklu muna að þetta var inn í teig. Nei, það er alveg rétt, vel gert hjá Árna Salvar. Leysir hann inn og finnur Ármann með smá plás. Tekinn niður, Manuel með sig eitthvað í hendinni við þetta. Ármann ætlar að taka þetta sjálfur. Heldur við fáum út úr þessari aukaspyrnu, Björn, skot eða eitthvað? Já, það væri áhugavert, en ætli við fáum ekki fyrirgjöf. Ætli hann leggja hann ekki bara út á Jón Gísla sem stendur hérna klár? Jú, það getur verið. Nei, hann bara lætur vaða, en þetta virtist að fara hann að vegnum Albert með sendingar svo aftur inn í teig. Arnleifur vippar honum hér, koma þessu frá. Það var það David Bersetto í baráttunni við Jón Gísla sem gerir þetta frábærlega. Vel gert. En við tókum viðtal hérna við Arnór fyrir leik. Hann er einn af þeim leikmönnum sem eru utan hóps í dag og þeir eru fleiri. Það er Steinar er ekki í hóp, ekki satt og það eru einhverjir aðri jafnvel. Þeir gera 8 breytingar á byrjunarliðinu. Já. Það eru allir 7 sem að voru á bekknum síðast. Þetta er rétt tali hjá mér fyrir utan Ármann Inga sem kemur inn. Já. Og þá fara þeir 2 út úr hópnum, Arnór og Steinar. Ég held að það sé ekki meira en það, frábærlega gert hjá Ármanni hér, en þetta sér of þarna gegn mörgum varnarmönnum. Ég held að ég sé að telja þetta rétt þegar ég segi að það séu bara þeir 2 sem eru utan hóps. Já, það er sennilega rétt. Svo eru þeir auðvitað á varamannabekknum Hlynur Sævar, Ólafur Stefáns, Hinrik Harðarsson, Rúnar Már, við tölum áðan, og svo eru 2 ungir leikmenn, Ísak Máni og Matthías Daði sem eru gaman að sjá spreyta sig hér í síðari hálfleik allavega. Já, við getum gert ráð fyrir því. Spennandi strákar, báðir af... Og hvað allavega, þeir eru ekki báðir sem hafa þeir spilað keppnisleik áður. Veit að það bara Lengjubikar, ég held ekki. Nei, þeir hafa ekki gert það, allavega ekki fyrir IA. Það var, veit ég, á planinu síðasta vetur að Matthías yrði partur af leikmannahópi í IA, en slítur krossband fyrir tímabilið í Lengjudöldinni fyrra. Það er svona að koma sér tilbaka, tekur tíma. Já, ungu strákur, 18 ára gamall, það er svo allavega. Já. Ísak Máni, þeir eru eins og ég ætla að fara að segja á, þeir eru báður af Snæfellsnesinu. Já. Ísak úr Ólafsvík og Matthías af Hellisandi. Já. Þarna var Arnleifur, enn einn Snæfellingurinn. Rétt. Albert með frábæra sendingu hér inn fyrir Árna Salvar sem að næri þessu bolta eins og hann er gjarn að gera. Hotspillna sem að skjáða mann eiga. Þetta er það sem að Árna Salvar færi liðinu. Það er þessi svona... áræðinni og ákefð. Já, og uppgjafa leysi. Get ég sagt það? Jú, þú getur alveg sagt það. Já. Gefst aldrei upp. Heldur allt sem að fyrirframan hann har haft.
Þetta er klaufalegt hot og þetta er Manuel nei, þetta er David Persetto sker hérna vel inn í hotspyrnuna og halda boltanum hér, flott tækling hjá Konna. Hilmar Elís leysir þetta svo út á Ármann, hann heldur honum inn á en missir boltan frá sér. David Bielobreg David Bielobreg kom til Ægis í lengjudeildinni mitt móti í fyrra. Svo fenginn til Tindastóls í vetur. En eins og við komum inn á hér snemma útsendingunni að þú góðst inn á að það eru nokkra deildir á milli þessara liða. Já. Þeir Tindastólsmenn spila í fjóradeildinni í sumar, svo ef að fólk hefur ekki alveg með það á hreinu þá eru 5 deildir í dag á Íslandi. Þeim hefur fjölgað ört undanfarin ár. Þannig að það er næsta deild. Já, það er næsta deild og það er 10 liða deild og það er svona dálítið landsbyggðardeild. Já. Það er svona mörg lið á svipuðu Kalaberi og Tindastóll og þá ber að nefna Skallagrím til dæmis. Já. Svona svipað uppsett. Arnleifur með boltan hér úti, vinstra megin, leitar hann á völlin. Albert með smá pláss fyrir framan tegin, vippar honum á fjær, Árni Salvarinn er ekki að taka þetta niður. Leita mikið hérna út til hægri í opnanir fyrir aftan Skagamenn. En að því að við fórum yfir tengingar milli liðana í dag, þá er sennilega engin betur til þess fallin að rifja upp fyrri tengingar heldur en maðurinn sem skrifaði 100 ára sögu knattspyrnufélagsins. Er það að tala um leikmenn? Já. Já, við gætum nánast stilt upp byrjunarliði, sko. Já, það er alveg þannig. Það er alveg þannig. Og það er verið, sko, í markinu verið það Gísli Sigurðsson sem spilaði með í árið 1990. Einmitt. Og þarna erum við líka með marga öfluga menn eins og Óla Adolfs og hérna Börnes og Fannar Frey sem spilaði hér og bróður hans einmitt á bekknum í dag, Jóhann Daði. Jón Gísli sem er hér að spila í dag og Rúna Már. Já. Þannig að þetta er ansi öflugt lið sem var hægt að stilla upp með mönnum sem hafa spilað með báðum liðum sko. Og það hefur verið sterk tenging á milli þessara félaga og ég held að það sé kannski ekki síst Sigga Donna að þakka sko. Svona sérstaklega í seinni tíð. Akkurat. Kristinn Aron Hjartarson er einn af þessum sömuleiðis. Eftirminnilega farið við það í hlaðvarpsþættinum Hetjun Neðri-deildina. Já. Með þeim einmitt báðum. Já, akkurat. Það er Hilmar Elís út á Arnleif. Sjáum hvað Tindastóll er fljótur að leggjast aftarlega á völlin, aðeins 11 mínútur liðnar, en kannski mátti við því búast. Frábær sending á Hilmar Elís inn á Ármann, en það verður harka þarna í mönnum, aukaspyrna dæmd. Það var broti á Ármanni þarna undan, án að hann fór í tæklinguna. Já, þetta gerir Hilmar Elís frábærlega, finnur hann þarna í smá glufu. Sverrir Hrafn brotlegur. Þá væri gaman að fá skot. Já. Og hvern myndið þú kjósa að taka þetta? Mér sýnst Albert verður með boltan. Já, hann vippar hann þá. Já. Hann vippar hann þá bara fjær. Sé hann ekki skjóta af þessu færi, en Arnleifur getur nú þruma á honum. Gæti gert það með vinstri fæti á. Þetta er kannski ekki droslega þægilegt skotfæri eða eitthvað. Þetta er einhvern veginn svo. Ég myndi nú setja vinstri fótamann á þetta að værum að plana skot, en við sýnist Albert alltaf að vippa honum hérna á fjárstöngina. Jafnvel leggja hann út, nei, sleppi því. Herru, hann skýtur, þetta er hátt yfir, þetta er græna netið. Þetta var ekki gott. Nei. Það er ein önnur breyting á leikskýrslu Skagamanna í dag, Björn Þór. Nú? Já, það er comeback. Já, það er comeback hjá liðsstjóra liðsins Daniel Þór Heimissyni. Já, það var ánægilegt að sjá Danna Heimis hérna aftur í liðsstjórn. Hann er aðeins að bara leysa af reyndar, hann er ekkert búinn að taka við. Teitur Péturs hefur tekið frábærlega við af honum, en það er svona... Gaman svo kunnulega andlit. Já, það er nostalgía í því að fá Danna aftur, fór með okkur í gegnum hæðir og lægðir.
Hann á það skilið að fá eitt leik á þessu tímabili. Já. Hann sagði mitt að það væri mjög gaman að koma inn, það góð stemming í liðinu og þetta ekki leiðilegu tímapunktur að koma inn í það. Búið að ganga vel undanförnu. Algjörlega. Jón Gísli lítur hérna alveg yfir til vinstri. Þetta aðeins svo innarlega fyrir Inga Þór. Þetta leikur svo sem ekki að spilast illa fyrir Tindastól hérna í upphafi. Nei. Og það oft þannig að sjálfstraustið eykst því lengur sem núllið á töflunni. Algjörlega. Það áða líka til að gerast að þegar að minna liðið innan gæsalappa eða ekki nærið mitt að halda núllinu að myndast ákveðin svona kergja innan herbúða stærra liðsins. Já, óþolinmæði sem verður oft. Algjörlega. Sé það nú ekki gerast Nei. Á þessum 11 sem að byrja hjá Skagamönnum í dag. Það held ég ekki. Mikil samheldni í hópnum. Strákar sem að þekkjast vel. Árni Salvar og Albert. Gaman að sjá Albert Hafsteins fremstan í flokki skessuhorni Skagamanna eða Vesturlendinga. Það sem að fjölmenningahátíð var haldið inn í Grundarskóla. Já, var mynd á honum. Það var hann fremstur í flokki á stærstu myndinni. Hann auðvitað, nei ekki Grundarskóla, hann var í Brekkabæðarskóla sjálfsögðu, sem hann kennari. Hann í Grundarskóla. Það er hér, hann sjálfsögðu í Grundarskóla með móðuminni. Guðfinnur með skot, en það menn þurfa að stilla miðið. Já. En Guðfinnur einn af þessum leikmönnum, ég held að nú flestir Skagamenn þekki hann, en hann ekki oft leikið í gulu treyjunni í meistaraflokki. Hann var náttúrulega lengi leikmaður Kára og fór síðan í Aftureldingu, náttúrulega Skagamaður í húð og hár, og bróðir hans og systir léku með í Maren og Ragnar. Já, hann spilaði auðvitað líka með Víking Ólafsvík. Já, akkurat. Ásamt fleirum sem að var nú sorgarsaga. Hann var ekki þegar Gauji var. Nei, hann fór í Víking Ólafsvík á sama tíma og Marteinn Theodórs og Hlynur Sævar þegar þeir alveg hríðfjallu úr Ingarsdóttur. Já. Hlynur kom á miðju tímabili tilbaka. Já, það var gott ef að Gunni Einars var ekki þjálfari liðsins þá. Tók það með sér úr Kára nokkra. Kom hann að krafti inn í Inga Þór og pota boltanum frá honum. Gleymdi náttúrulega móður Guðfinns. Jú. Halldóru sem sigursælasti leikmaður kvennaliðsins í sögunni. Algjörlega, það má ekki gleyma henni. Arnleifur með sendinguna hér á fjær. Það Viktor öflugur vinnur skallaboltan með hendurnar aðeins í bakinu á Sverrir Hrafni, en Sverrir fær ekkert fyrir það. Arnleifur fljótur að taka þetta innkast. Ingi Þór snýr í áttina að teignum, kemur með fyrirgjöf. Viktor fer niður hérna í teignum, en ekkert dæmt á það. Árni Salvar sækir svo hotspyrnu. Þetta sjá það aftur mér, það var mjög soft. Ég var allavega, það leit ekki út í fyrstu sem einhvers konar. Nei, ég verður að vera sammála því. Já. Ég veit það ekki. Veit það ekki. Hann eflaust flækist eitthvað þarna í honum. Já. Spurning hvort að það sé nóg til þess að fá víti. Já, hvorum þeirra var að kenna. Já. Jón Gísli, spyrnuna. Ingi aftur í áttina að teignum. Og þeir leyfa þessu bara að fara aftur fyrir. Og sem við sjáum, það hefur allavega ekki verið Nökkvi Þór sem hefur verið að taka spyrnunar hérna hjá gestunum. Nei. En hvernig stendur þau? Veistu af hverju serbneski markmaðurinn ekki komið leikheimild? Hvað það er langt síðan hann var tilkynntur? Já, það er svolítið síðan hann var tilkynntur og þetta var, mér sagt að öllum pappirum var skilað inn á mánudaginn síðastliðinn. Já. En framkvæmdastjórinn, og ég ætla kannski ekki að hafa orðrétt eftir henni, en hún var fól út í serbneska knattspyrnusambandi. Já, það er eitthvað senagangur þar. Já.
Það auðvitað styrkir svona lið í neðri deildum að fá einn reynslumikinn og öflugan markmann. Hann spilaði í fyrra. Sendingin á fjærina frá Arnleifi. Árni Salvar reynir að taka hann niður en ekkert á þetta. Guðfinnur. Það er ekki að tengja saman við Ármann og þetta er hotspyrna ekki satt. En hann spilaði hann ekki með KFA í fyrra? Jú, er þetta Nikola Stojsajevits, eitthvað svoleiðis. Og hann var valinn held ég besti markmaður bara annar til. Hann var allan að stóð sér mjög vel með KFA í fyrra, þannig að þetta er mikill fengur fyrir. Gott ef ég valdi hann ekki bara sjálfur, markmann annar deildar. Já, það gæti verið. Ármann með hotspyrnuna hér alla leiðina á fjær, einhver barningur hann í teignum, Árni Salvar. Föst leikadri hafa ekki skilað miklu hér í dag. Nei, það hafa ekki gert það og hafa það alveg verið nokkur. Já. Sjáum að það er smá svona órói í gestunum þegar þeir vinna boltan og eiga að fara að halda honum. Þeir ráða ekki alveg við þessa ákáða pressu. Sér náttúrulega, eins og við komum líka inn á, kannski ekki farið að skila sér núna 20. mínútu en komum inn á hér áðan að náttúrulega Skagamenn eru kominir á fleygiferð í deildinni, búin að spila nokkra leiki og eru bara góðust, en það er ansið langt síðan Tindastólsmenn spiluðu síðast keppnisleik og það er svolítið í að móti þeirra hefjist, þannig að það er alveg svona spurning með, þóttum að fara ekki djúpa umræði hér en það, en að þessi byggarkeppni hefst ansið snemma fyrir og í raun og veru eru menn ekki alveg í sömu stöðu, neðri deildarliðin, hvort sem það er í fyrstu deild, annarri deild, þriðju deild og síðan efstu deild, þannig að það hefur alla jafna verið þannig að þessar fyrstu 2 umferðir áður en efstu deildarliðin koma inn. Þær hafa verið spilaðar fyrir mót í neðri deildunum og 32 úrslitin nokkrum vikum eftir að mótin hefjast. Þannig að við hafa búið að færa allt framar, úrslitaleikurinn er framar, þannig að þetta hefur, ég ætla alveg að taka undir það svona sem ég er að skilja frá þér að þetta hefur meiri áhrif á þau heldur en þessi efri lið. Já, alveg klálega, ég held það, út af því að segjum, maður hefur oft séð að það sé lið í annarri eða fyrstu deild sem er segjum, komin aðeins inn í tímabilið, er á fleygiferð, sjálfstyrtu í botni, að þeir hafi getað stríkt þessum efstu liðum meira heldur en þeir eiga kost á núna. Já, það passar. Jónas Aron Ólafsson þarna laðist niður og fekk aðhlynningu, spurning hvort að hann komi aftur inn á hér. Hann er heimastrákur í húð og hár. Hann har aldrei spilað með neinum öðrum heldur en Tindastól fyrir utan Drangey sem var B-liðið þeirra í 1 eða 2 tímabil. Hann er komin aftur inn á Jónas Aron, Hilmar Elís og Arnleif. Þar er boltan hér hratt á milli, Erik og Jón Gísli. Jón Gísli vippar honum hér, þetta var ágætis hugmynd, en Albert Hafsteins fljótur að vinna boltan aftur. Árni Salvar á Hilmar Elís. Arnleifur með fyrirgjöfuna sem fór hann af varnarmanni og í hendurnar á Nökkva. Hætta sér lítið yfir miðju ef þeir eru ekki með boltan, Sólónir. Nei, það er alveg hárrétt. Skrítinsending hérna frá Arnleifi, beint á Manuel. Guðfinnur setur svo sterka pressa á hann, en Manuel fær enga aukaspyrnu. Albert, sendingu hér út til hægri, þetta er út fyrir Árna Salvar. Hilmar Elís skilaði þessum bara niður á Dino Hodžić.
Hvað langt síðan að Dina Hodzic spilaði leik fyrir Skagamenn? Það örugglega bara í bikarkeppninni fyrra. Já. Nei, ég held að hann ekki einu sinni spilaði í bikarkeppninni fyrra. Það ansi langt síðan. Já, ég veit að hann spilaði eitthvað hluta held ég af æfingaleik hér fyrir mót í bestudeildinni. Já, en ég held að við spilum mot Sindra og Höfni ekki fyrst að ég held að Árni hafi verið markinu þá í fyrra. Dino náttúrulega bara orðin Skagamaður. Jú, hann hefur verið annars það að vera. Nei. Koma sér vel fyrir í vinnu og íbúð hér og hvað, þetta 5 ára eða eitthvað? Já, það eitthvað svoleiðis. Þetta gerði stórkostlega hluti með Kára-liðinu áður en það var svo kippt upp í IA. Kom uppálega sem var markmaður IA, fór síðan í Kára. Rétt. Og síðan settist það bara að hér. Og þetta rúmir 2 metrar hérna á milli stanganna. Þarna sjáum við líka Erik sem hefur fengið svolítið gagnrýni fyrir sokkana. Kannski fólk getur tekið eftir því að hann með svona rifna sokka á kálfunum. Getur þú sagt mér af hverju menn eru með slíka sokka? Hvað þetta tískufyrirbrigði? Þetta ákveðið tískufyrirbrigði og þetta við sjáum þetta mikið á hæsta leveli þar sem að menn gera svona göt á sokkana. Ég held að þetta sé til þess að auka blóðflæði í kálfum og koma í veg fyrir krampa. Þetta svona eins og plásturinn á nefið á sínum tíma. Og svipu nýjung eins og þegar menn fóru að klippa neðan af sokkunum og spila í gripsokkum undir. Og ég var einn af þeim sem var mjög lengi á þann vagn. En það verði ekki allir farnir að klippa bara svona eftir svona 1-2 ár og svo hætta þetta eftir 5. Albert stillir upp boltanum og ætlar að spyrna honum fyrir marki hér. Fastan í áttina markið, þetta Hilmar Elís með skallan en Nökkvi nær að slá boltan frá, Ármann aftur fyrir en skallið frá Inga langt framjá. Besta færi Skagamann að hinga til held ég. Já, langbesta held ég alveg örugglega. Sjáum þetta hér, þetta flott spyrna hjá Alberti og Hilmar Elís nær að fleyta honum hann í áttara markinu. Það verður ekkert úr þessu á endanum. Gaman fyrir Hilmar Elís að skora hér. Já, það var ekki verra. Einn af fáum borgnesingum sem hefur verið tekinni í sátt hér á Skaganum. Já. Segir svona. Helgi Pétur Magnússon, hann átti heldur betur góðan fyrir liðna. Hlynur Sævar, sömuleiðis. Og Ítibiti. Fleiri eru þeir ekki. Nei. Ingi, Jónas Aron skallar þetta frá og setja þetta bara upp í loft. Getur verið ágætis leið til þess að losa pressu. Þetta bara annarsinn sem að fer upp í loft hér í dag. Það er bara nokkuð vel að sé vikið. Já. Á 27 mínútum tæpum. Jón Gísli upp á Viktor. Guðfinnur ætlaði að setja hann strax á Inga Þór en það gekk ekki. David með sendinguna hér aftur fyrir en þetta er of föst sending á David Björlábrögg. Árni Salvar.
Jón Gísli með sendinguna inn á tegin á Inga Þór sem hann ekki að skalla hann fyrir Viktor. Aftur hann ekki sami sem hér liggur? Nei, nei, það ekki rétt. Þetta David Bielobrek sem hann liggur hér núna. Áðan var það Jónas Aron. Geta alveg skilið það að þeir mæti í leika móti efstu deildar liði í efstu deildar standi og það svolítið sjokk. Já. Það ekki alveg það sama og þeir hafa verið að vinna með í undirbúningnum. Nei, þetta... Upp á boltanum hér upp á David. Og hér spjald að fara á loft á Erik Tobias. Gult spjald. Gult spjald. Hún nú of hátt með takkana. Já. Þjálfari Tindastóls, það Furness eða ekki? Jú, já. Dominik Furness, jú. Það nú enn tengingin við Skagan, hann náttúrulega, Theodor Furness, bróður hans, var náttúrulega hér rétt á Skaganum. Þeir komið 3 bræðurnir í Tindastól á síðan tíma. Já. Og Sebastian Furness held ég hann heiti líka sem var markmaður. Já. Þannig að hann var oft hlegið á Skaganum að það hafi verið 3 bræður inn á en það gerðist þarna í Tindastóli. 3 breski bræður og ég held að það hljóta verið fyrsta og eina skipti á Íslandi sem það hefði gerst. Já, ég trúi engu öðru. Erik Tobias með fyrsta gula spjald þessa leiks. Konráð Freyr ætlar að taka aukaspyrnuna. Stutt hér á Manuel. Bragi Skúlason niður og þetta ekki Dominik Furness þarna í hafsendinum? Jú. Frábær sending hér inn fyrir David. Mátt ekki miklu muna. Arnar Ólafsson sem var við það að sleppa í gegn. Frábærlega gert hjá Manuel en sendingin ekki nægilega góð. Árni Salvar leitar að samherja. Tekinn niður hann af Bielobrek en heldur boltanum. Það fljótur að færa boltan hér yfir til vinstri. Hilmar Ellis inn á Inga Þór. Ingi á Arnleif sem í fínni fyrirgjafastöðu. Kemur með sendinguna hér inn í teig en Viktor beið átekta meðan Konni skallaði boltan frá. Hálftími liðinn og stólarnir og þeirra upplegg gengi vel hingað til. Já. Viktor út til hægri, Árni Salvar, fyrstur á hennar bolta og fær innkast. Þegar boltinn hefur farið inn á klósett. Já, það kemur hann. Jón Gísli með innkast hér inn í teig. Árni Salvar skallar hann. Guðfinnur er ekki að koma honum fyrir markið. Þessi Sverrir Hrafn hlustar ekki á markmann sinn þarna. Fljótir að taka þetta Jón Gísli og Árni Salvar. Jón svo með sendingu á fjær. Viktor ætlar að skalla hann galopinn Inga Þór. Það gengur ekki og koma þér á ferðinni hér, stólarnir. Hilmar Ellis stöðvar það. Manuel niður á Konráð. Konráð með frábæra sendingu hér yfir til vinstri. Bielobrek nær hann að halda þessu inn á, já, gerir það. Hérna framhjá Jóni Gísla, komin í fína stöðu, rennur honum hérna út en Albert Hafsteinsson skilur sér og vinnur boltan. Þetta var hættulegt. Já. Jákvætt frá Tindastóli.
Ármann sér þarna Inga Þór í fínu hlaupi, Ingi með hægri og þetta fyrsta markið sem að kemur í þessum leik á 34. mínútu. Ingi Þór Sigurðsson stutt á milli. Já, stutt á milli og þetta var virkilega smekklega gert. Já, heldur betur fáum við alvöru techno-tónlist frá Kristoffer Áka sem DJ hér í dag. Þetta það fer þarna af vissulega Tindastólsmanni á leiðinni í netið. Já, fer þarna af Braga Skúlasyni syns mér en fyrsta markið komið enga síður. Ármann Ingi með stóðsendingu á Inga Þór. Og þá verður fróðlegt að sjá viðbragð Tindastóls því hér leikið til þrautar. Þannig að þetta markatalega slít skiptir ekki máli. Þannig að við allavega hvort þeir gera það núna eða eftir hálfleik þar hljóta þeir að fara aðeins framar af völlinn. Ég gæti alveg trúið því að þeir reyna að þrauka á einu til hálfleiks en spurning hvort það náið því. Konráð Freyr missir hann boltann. Guðfinnur á Albert. Albert út til hægri á Árna Salvar. Árni með sendingu á fjær. Hann kemur með svona fyrirgjöf sem að maður hefur dálítið verið að kalla á eftir þar sem að Viktor Jóns stillir sér alltaf upp á fjárstönginu. Það þarf ofta ekkert meira heldur en að vippa honum bara hann á fjær. Árni Salvar með skot hér en það rétt yfir markið. Og hér liggur einn situr. Já, það sé þá ekki Bragi Skúlason sem að liggur hérna. Mismælti mig í upphafi leiks þar sem að ég sagði að bræðurnir Hólmar og Bragi væri númer 20 og 21 en þeir eru númer 19 og 20. Þetta ekki öllu máli en mikið hægt að hafa þetta rétt. Við erum menn sannleikans. Það rétt. Ingi Þór sem skoraði markskaðamann, hann var töluvert hér að sjá þetta aftur. Já. Það eru allir fítusar hér á IATV. Já. Þá þetta hægri endursýningu. Já, Bragi Skúlason sem að fekk boltan hana aðeins í sig. Spurning hvort að hann hafa meitt sig í þessu atviki. Já, það spurning. Albert. Ingi var töluvert meiddur í fyrra, ekki satt? Jó, hann var óheppinn á síðasta tímabilið sem hann held að hafi verið að segja nokkur mismunandi meiðsli sem hafi haldið honum frá vellinum. Vonandi að fá að sjá meira á honum í sumar. Já, hann kemur sterkur inn í mótið, hefur fengið slatta af mínútum. Já. Bæði í undanúrslitum og úrslitum Lengjubikarsins og síðan komið inn á í deildinni. Hér hann með skiptingu til hægri. Salvar tekur boltan niður, leitar að fyrirgjöf, kemur með hana, mun detta á kollina á Viktor Jóns og hann heldur áfram að reyna þetta. En svo það bara spurningin, getur Viktor Jónsson skorað í Mjólkurbikarnum? Já, það nefnilega heila málið sko. Komum með fánýtan fróðleik hérna. Hver markaðasti leikmaður í bikarkeppni? Veistu það? Ég veit allavega að þú veist það. Já, það Teitur Þórðarsson. Já, það hann, já. Það Teitur Þórðarsson. Það var argjör markinn og skoraði fleiri en einum úrslitaleik, með að segja. Já, og vann þá sennilega nokkra. Nei, hann var það í tímabilið að skaga með töpu öllum úrslitaleik. Já, þú meinar. Það var nefnilega þannig. Já. Kalli Þórðar hefur verið að mata hann. Já, sennilega sko. Frábær skipting og Arnleifur með góða móttöku, leggur hann hér út og Ingi Þór með skot en fyrir að varnarmanni. Þetta verið hotspinna, já. Þetta var góð sókn hjá Skagamunum. Já, virkilega. Þetta
Jón Gísli með frábæra skiptingu. Arnleifur gerir allt rétt. Leggur hann út á Inga. Skoti hans rataði ekki að markið. Það er Albert búinn að skipta hann við Ármann út í horninu. Kemur spilna frá honum á nær. Missa af honum hann að stólarnir en Arnleifur gefur hann svo bara hér á Jónas Aron. Okkar helstu spyrnumenn ekki í hópnum í dag, en menn geta sýnt hvað þeir geta en hafa ekki verið að gera það í fyrstu leikadröfum. Nei, það er alveg rétt. Hann hefur ekki verið að gera allu að skipta þeim út. Nei. Við vorum að fá bréf úr Skagafirðinum sem að Bragi Skúlason hlaut ökklabrot á þessum ökkla fyrir einhverju síðan. Það geti verið að segja til sín hann en hann fekk skoti frá Inga í ökklan. Já. Albert. Árni Salvar með smá pláss. Frábær sendingi fyrir markið en vantaði eitthvað til þess að taka sénsinn og mæta hana. Albert inn í svæðið á Árna Salvar, eru mikið að finna hvort annan félagarnir. Jón Gísli vippar boltanum á fjær en þetta aftur fyrir. Mikil ógn frá Skagamanum þessa stundina en liggja þungt en einhvern veginn skila sér ekki. Nei, lokahnykkurinn, það vantar upp á hann. Ég hugsa að ætli hann sé ekki að fara út af. Þetta er nýr maður sem að liggur í þetta skipti. Þetta lítur út fyrir að vera þjálfarinn, Dominik Förunes. Já. Þannig að hann er þá fjórði leikmaðurinn sem að leggst í grasið. Já, þetta er ekki alveg nógu gott. Það verður nú einhverju bætt við hér, sennilega, 2-3 mínútum. Já, við eigum núna rúma 3 mínútur eftir af venjulegum leiktíma í fyrri hálfleik. Óvenju fljótur að hrista þetta af sér. Já, og hafa það einhvern veginn allir verið það. Já, kannski bara verið að drepa tempóið. Já, það væri, ef að það er það sem er upp á teiningum, þá er það nú bara nokkuð klókt, verið við ekki. Já, það var nú vakin athygli á því að Pél Óbrek virkar á mig sem bara flottasti spilari. Þetta er hotspilna og svo fyrsta sem að Tindastóll fær. Það var einhver með bendið mitt á það í bestu deildamörkunum daginn, ég man ekki hvað, var ekki Guy Smith eða svo, hver það var sem satt svolítið lengi og hafa verið að lækna hann í gegnum markmannshanskan. Já, einmitt. Og það er náttúrulega bara að vera, ef það er markmaður þá er ekkert annað hægt en að stoppa. Þetta er raun og veru bara að kalla leiklíja. Já, leiklíja í raun. Við séum þetta mikið hjá liðum í efstu deildum út í Evrópu. Spyrnan fyrir markið Viktor Jónsson skallar þetta þægilega frá.
Albert hér á Árni bara upp í fyrsta hér á Ármann, eru 2 gegn 2 hér en frábælega gert hjá Jónasi Aron. Virkilega vel gert. Já, Jónas Aron, þetta er árið 99, búinn að fara í gegnum þetta allt saman með Tindastól. Búinn að spila með þeim 179 leiki, spilaði í annari, þriðju, fjórðu deild. Ekkert í fyrstu þegar þeir voru þar, en kannski komið svolítið langt síðan. 10 ár síðan. Já. Þeir áttur að var nefnilega, þeir voru mjög öflugir hér fyrir hluta. Herðu nú mig. Erikinn á Inga og Ingi setur þetta bara snirtilega í netið. 2 mörk frá Inga. 2 mörk frá Inga Þór hér í dag. Erik Tobías með stóðsendinguna í þessu marki. Yfirvegaður í þessu færi, Ingi Þór. Ingi aldeilis að minna á sig. Já. Sjáum þetta hér, Erik Tobías. Ingi tekur hlaupið, hann sér það. Vippar hann bara inn. Tekur boltan niður og þetta er bara ofbúðslega snirtilegt. Já, þetta er bara mjög smekklegt. Þetta er svolítið högg rétt fyrir leiklið fyrir Tindastólsmenn. Já. Þetta er það. Besti vinur hans og frændi á mikrofónunum að tilkynna. En ég ætla að segja að þeir voru með mjög öflugt lið hér þennan fyrir hluta annars áratugs þessar aldar. Já. Þeir eru aftur komin í sókn en svona fóru að halla undan fæti og vonandi þeir eru að fara að rísa aftur. Já. Ingi með skot hér náttúrulega bara í Ármann en endar í höndunum á Nökkva. En kvennaboltinn hins vegar gengið mjög vel. Já, það hefur gengið rosalega vel þar. Þeir eru núna í bestu deildinni, héldu sér í bestu deildinni í fyrra. Það er bara virkilega sterkt. Já. Björn með fyrirgjöf þarna, þetta vantaði bara menn, vantaði samherja. Arnleifur hittir þessa hreinsun ekki. Við vitum ekkert hverju er bætt við. Nei. Klukkan er stopp í höllinni en við látum hana tífa hér á IATV. Ég ger alveg ráð fyrir 2 mínútum. Já, ég verð að segja í það minnsta 2 mínútum. Bolti hér fram frá Nökkva. Það voru baráttan hjá David Bersetto. Hér er aukaspyrna. Já, vinnur aukaspyrnu. Og er sennilega síðasta sókn þessa hálfleiks. Já. Manuel ætlar að taka spyrnuna. Já, ég ger nú ráð fyrir hann reyna að koma þessu inn í. Já, ætla að vera ekki best. Kemur spyrnan frá honum. Þetta er ágætis spyrna. Jónas Aron tekur hann niður hana en missir hann frá sér. Erik Tobías reynsar frá. Erlendur er bara með öllu ólíklegur til þess að flauta þetta af hérna. En þá allavega Guðfinnur. Það er búið að flauta brot þarna stuttu áður en Guðfinnur fór í tæklinguna við Hólmar. Þetta er aftur stilt upp. Jón Þór ekki sáttur með þetta. Hér fáið síðustu. Já.
Þetta er allt svona svolítið utarlega. Viktor skallar frá og þá flautar Erlendur Eiríksson dómari leiksins til hálfleiks hér í Akranesshöllinni. Staðan 2-0 fyrir Skagamenn og bæði mörkin gerði Ingi Þór Sigurðsson. Það fyrra gerði hann eftir sendingu frá Ármann Inga, sett hann í Braga Skúlason og í netið. Það síðar að svo 10 mínútum síðar Erik Tobías með sendinguna inn í teiginn. Mestu makindum tók hann boltan niður og vippaði honum yfir nökkva í markinu. 2-0 og við ætlum að taka okkur stutt hlé hér á meðan leikmenn og þjálfarar gera það sama, eða ekki Björn? Jú, við ætlum að gera það og sjáumst eftir korter. Já, sjáumst á.
Þá komið sælir aftur, kæra áhorfendur. Síðari hálfleikur í þann mund að hefjast. Takið kannski eftir því á varamannabekk Skagamanna. Það eru 4 leikmenn að koma inn af varamannabekknum. Eftir því sem ég best sé. Það er þetta Oliver Stefánsson, Hlynur Sævar Jónsson, Ísak Máni Guðjónsson og Henrik Harðarsson. Það eru allavega 3 fyrirfram ákveðnar skiptingar, skilst mér. Og það eru Erik Tobías og Ísak að fá sinn þá fyrsta keppnisleik. Já, fá eldskýrn. Það eru, Erik Tobías, Viktor Jónsson, hverju fleiri? Ekki Jón Gísli en þá hana. Albert Hafsteinsson er farinn af velli. Og Ármann Ingi er farinn af velli sömuleiðis. Þannig að ef við tökum þetta saman þá er þetta Erik Tobías, Viktor Jónsson, Albert Hafsteinsson og Ármann Ingi sem að fara af velli. Oliver Stefánsson, Hlynur Sævar Jónsson, Henrik Harðarsson og Ísak Máni sem að koma inn á í þeirra stað. Já, og þá fer Hinrik upp á topp. Hinrik verður upp á topp, já. Það er fyrsta sinn í hann er reyndar að spila, var einhvern hluta, einhvern leiks en það verður skemmtilegt að sjá hann upp á topp núna, sjá hvernig hann... Algjörlega. Svona kannski á meðan verður að hefja þetta að minnast á kannski nokkur úrslit í þessari umferð. Grindavík vann í Eyjum 2-1, Fylkir vann Hött Huginn, Vestri fór 4-2 sigur af Haugum. Síðari hálfleikur er hafinn svo það sé tekið fram. Framarar með 3-0 sigur á Árbær FC sem að spilar í Laugardalnum. Já. Spurning hvort að endurskoði nafnið í kjölfarið af því. Víkingur er að gera 1-1 jafntefli við Víði Garði og það er bara mjög áhugavert að líta yfir byrjunarlið Víkinga í þessum leik því að það er ekki veikt byrjunarlið sem að þeir stilla upp en eru í 1-1 stöðu. Káa var að komast yfir gegn IR. Harley Willard gerði það mark og afturræðning 1-0 yfir gegn Dalvík Reyni. Virkilega vel gert hjá Grindvíkingum sem voru 1-0 undir og einum færri þegar sneru leiknum í 2-1 sigur. Frábært til þeim en svona gefur kannski ekki góð fyrirheit í Eyjum. Nei, þetta hlýtur að vera áfall fyrir Eyjamenn. Liðin leika í sömu deild. Ég hef nú heyrt það úr Eyjum að sé aðeins verið að reyna að breyta leikstílnum og margir hafi bara furðað sig á því að Hermann sé að stýra liðinu þegar þeir hafa séð hvernig leik er spilað. Ísak Máni kominn inn á í sínum fyrsta leik. Leikmaður hann er nummer 20 í pressjunni. Hann er uppalinn í Ólafsvík, hefur spilað með þeim. Mjög spennandi leikmaður, fæddur árið 2005. Sendingin frá Inga. Hér er Ísak Máni í baráttunni akkurat. Arnleifur en Konni hreinsar þessu frá. Hilmar Elís setur hann þægilega niður á Dino Hodžić. Guðfinnur út á Árna Salvar. Ísak. Sverrir Hrafn í bakinu en hælspyrnan aftur fyrir. Hlynur komið með fyrirliða bandið í fjarveru Arnórs, Viktors og Steinars. Já.
Ingi gerir þetta frábærlega. Svo kliftur niður hér af Dominic Furness en hann tók nú boltan víst. Svo myndi eftir hér Kloppi. Nær honum þarna í kjölfarið að hann sparkar boltanum frá. Hilmar og Hlinsævar. Sjáum við það að Ólafur Stefánsson kominn inn í hjartað. Hann spilaði það gegn Breiðablik frekar heldur en Val. Já, í Lengjubikardum. Marko Vardic var allavega í 3 manna varnarlínunni. Marko Vardic er einn leikmaður sem utan hóps í dag. Við gleymdum honum á. Rétt. Við gleymdum honum, það alveg rétt. Þannig að þá eru það 3. Já. Ingi, það var Arleif. Ingi, þá kemur Hinrik á móti en Ingi kýsa færa hann hér yfir til hægri. Árni Salvar með flotta fyrirgjöf alla leiðina á fjær. Arleifur út á Inga sem hann nær þarna ákveðnu skoti en Conor Freyr kemst fyrir. Gísli aftur á Hlyn. Hann snýr bara niður. Setur boltan á Dino. Dino ekki haft mikið að gera í þessum leik. Hefur hann fengið boltan í hendurnar? Ég ekki sannfærður um það. Nei. Allavega ekki í mínu minni. Jón Gísli með flotta skiptingu á Arleif. Arleifur leitar að fyrirgjöfinni. Finnur hérna Inga inn í teiknum. Þetta vel gert en Manuel pota boltanum frá Inga. Jón Gísli sendingin aðeins og föst fyrir Árna Salvar en hann gerir þetta hins vegar vel. Frábær sending hjá Jóni núna. Árni með fyrirgjöfina, hún ratar ekki alla leið á Hinrik. Sama Konráð oftar en ekki mættur hann inn á milli hafsendana þegar fyrirgjöfna koma. Hann liggur hér í grasinu, hélt eitthvað höfuðið. Skagamaðurinn Conor Freyr ber fyrirliðaband Tindastóls hér í dag. Þú segir óhugga Skagamaðurinn? Já, hann að sjálfsögðu Skagamaður, fætur á uppalinn. Nei, hann búinn að búa ansi lengi. Já, það sé ekki hægt að skipta þessu helming og helming. Tvöfalt ríkisfang hérna. Já, akkurat. Svo fyrir mig ættfræðina þá Siggi Donna sem var markvaldur Íslands og bikarmeistari með Skaganum, pappa hans og afans Halldór Sigurbjörnsson. Donni var gullaldar, einn af þessum gullaldar-köllum með Rikka Jóns og Þórði Þórða og þeim. Einn af stóru stjörnunum þá. Já. Sem að besti leikmaður yngjaflokka. Já, Donna-bikarinn sem kennt. Donna-bikarinn. Akkurat, það til minningar Donna afans. Nokkrar svona kynslóðir spila með IA. Já, heldur betur. Lárus Orri og Siggi Lár.
og Aron Kristoffer til dæmis. Já, til dæmis, þeir eru akkurat þeir. Svo ekki sé talað Hvítanesættina. Nei, og Reynistættina og allt þetta helsta. Já. Það er gaman að þeirra utanaðkomandi kynslóðir spila hérna með Skaganum. Já, eins og Akureyringarnir Siggi Lár og Lárus Orri og Aron. Já, það er mjög svona áhugavert. Hér er Hlynur Sævar, fær boltan aftur frá Árna. Skagamenn þolinmóðir í þessari sóknar uppbyggingu. Ísak Máni vissi boltan aðeins svo langt frá sér. Hólmar hreinsar frá. Það er svolítið einn og yfirgefinn í fremstu línu, David Barceto. Virðist alveg hafa smá bolta í sér. Svona þegar hann hefur fengið boltan en hann er of oft 1 gegn 3-4. Já, ekki oft úr miklu á móða svo sem. Nei. Leikmaður nummer 26 er ekki skráður á skýrslu. Ég held að hann hafi komið inn á í hálfleik. Getur það verið hjá mér? Já, Tindastóli. Gæti verið, sko. Ég er ekki alveg með það á hreinu. Já, Bragi Skúlason er ekki inn á. Það er spurning hvað leikmaðurinn heitir þar sem hann er ekki skráður á skýrslu. Og þetta er ágætis skot. Jón Gísli átti það. Já, leikmaður með vinstri. Í treyju nummer 26 er skráður nummer 9 á skýrslu, Benedikt Kári Gröndal. Kom inn á fyrir Braga Skúlason í hálfleik. Hilmar Elís og Arnleif, 2 marka maðurinn Ingi Þór. Guðfinn. Það er mikið þolinmæðisverk hjá Skagamönnum. Já, algjörlega. En nú fyrir að líða 60. mínútu, getum við ekki búist við að þeir fresti gæfunar, Tindastólsmenn, eða? Já, það væri í það minnsta gaman að sjá hvað yrði ef að þeir myndu aðeins stíga ofar og en þetta er svo sem ennþá bara 2 mörk, þannig að það er kannski ekkert. Já, en þó 2. Já, það eru 2, það er alveg rétt. Björlóbrauk með fyrirgjöfuna hér, Hilmar Elís á réttum stað. Benedikt Kári við það að pota boltanum yfir línuna, en hér fá þeir hornspyrnu. Akkurat þetta sem við vorum að kalla eftir. Já, ég get alveg séð stólunum vegna vel í fjóruðdeildinni, haldist allir þessir leikmenn heilir. Já, þeir ætti að gera það. Það virðist vera með... Ætti að gera allir á því að fara upp úr henni í sumar. Já, sækja David Björlóbrauk úr lengjudeildinni, sækja Nikola í markið úr annari deildinni. Já, þetta er metnaðarfull. Já, þeir hafa gert þetta vel í vetur. Manuel með fyrirgjöfuna, en þessi skalli frá Konráð ekki áttina að markinu, þeir halda boltanum hér, Björlóbrauk fyrir markið, en Dino Hodzic grípur þetta örugglega. Fær hann loksins boltan í hendurnar. Já, fær hann í hendurnar eftir 57 mínútna leik. Ingi með skiptinguna hér á Árna Salvar. Hún er frábær. Já. Kemur fyrirgjöfina á fjær. Aðeins og fast fyrir Hinrik. Ingi. Guðfinnur getur lagt hann fyrir sig hér, en kýsa setja hann út á Árna. Árni í skotið, en er framhjá. Ingi þarna ekki sáttur. Nei, hann var ekki sáttur að fá boltan ekki inn í teignum.
kom þarna í galopusvæði á vítapunktinum. Einmitt. Með hans mikið pláss. Við tökum svona þeir sem hafa fylgst vel með, þeir sjá það að Jón Þór gerði bara 4 breytingar í hálfleik. Skildi eftir eina breytingu. Og eins og við komum inn á þá eru allavega nokkra líkur að við sjáum 5-10 mínútur af Rúnari Má ef enginn meiðist hér. Ég hugsa að þá myndi hann ekki setja hann ekki inn á í hálftíma. Nei, ég held að geta orðið aðeins svo mikið. Ég verð að segja fyrir sjálf mig, ég hefði viljað fá Matthías Daða í einhverjar mínútur hér. Já. Leysa þetta vel, stólarnir. Já, við erum enn að gleyma leikmönnum sem eru utan hóps hér á Skagamönnum. Jóhannes Wall að sjálfsögðu ekki. Já, við erum alveg út á þykju. Þeir eru orðnir 4. Þeir týnist alltaf eitthvað inn. Það eru þá Arnór og Steinar, Marko Vardits og Jóhannes Wall. Henrik, sendingu hér inn fyrir á Inga, aðeins svo föst, Ingi heldur sinna á Arnleifur, leitar að sendingu, setur þetta þarna í Dominik Förnes og aftur fyrir, þetta hornspyrna fyrir Jón Gísli út til þess að taka spyrnuna. Sendingin á fjær, Línur fer upp í þetta krafti eins og alltaf. Línur er ekki ennþá búinn að skora í sumar. Nei, það er ótrúlegt. Klálega markahæsti hafsend Íslands í fyrra með einhver 8 mörk í deildinni. Valinn leikmaður ársins í lengjudeildinni á hlaðvarpinu Dr. Fútból. Já. Það var í þeim þætti. Já. Björlóbrek, hann snöggur með boltan, frábær sending hér á Benedikt Kára en hann flaggaður rangstæður. Tino Hotsitt snöggur út á móti og varði. Henrik. Sendingin út á Arnleifur, hann rétt missir á honum. Sjáum aftur hér þegar Benedikt Kári var við það að sleppa í gegn. Eða slapp í gegn en var rangstæður. Frábærlega gert hjá Björlóbrek. Benedikt Kári kom með náttúrulega mikil kraftur í honum hérna eftir hann kom inn á. Algjörlega. Ansið mikil ógn á honum. Dominik Förnes farin í grasi annarsinn. Hann ætlar að skipta sér út af. Hann er auðvitað spilandi þjálfari liðsins fyrir þá sem að voru að stilla inn. Dominik Förnes, Halldór Jón. Spilandi þjálfarar eru á undanhaldi. Já. Það er þeim fækkar ört spilandi þjálfurum og eiginlega bara síðasti spilandi þjálfari hér var náttúrulega Óli Þórðar. Já, rétt. Og það hefur enginn verið síðan og verður sennilega ekki. Þetta þekkist ekki í efstu deild. Nei. Það ár urðum við byggameistarar. Var hann síðar? Íslandsmeistarar. 2001. Hann spilaði reyndar eitthvað aðeins 2002 held ég líka. En árið 2000? Já, það var byggameistarar. Hann spilaði þjálfari þá? Já.
Óli Þórðar, auðvitað góðsögn í lifandi lífi. Það verður aldrei tekið á hann. Nei. Oliver með flotta skiptingu á Árna Salvar. Ég líð því. Það er ekkert Óli Þórðar. Arnór og Bjarki. Arnór og Bjarki voru auðvitað spilandi þjálfarar hér. Það bara poppaði allt í einu, ég gleymdi. Það var nú tímabil sem við tölum ekkert mikið hér á Skaganum. Nei, við gerum það svo sem ekki. Frábærlega gert þarna Jóni Gísla, Ísak Máni, missir hann boltan aðeins inn fyrir sig þarna. Nær að snúa og vippar hann fyrir marki en hafði mist boltan út fyrir. Það var 2014 var Ingo Viðauku sem spilandi þjálfari, en hann var í Hamar. Já, hann var í Hamar. Fjallu úr þriðudeild það ár. Og nú sorgarsaga hjá spilandi þjálfara. Já, þetta er oft erfitt að vera spilandi þjálfara. Já, það er það. Förnes. Langan bolta hér upp, ætlaðan Bjelabreg en Oliver skallar hann frá. Manuel tekur boltan niður og í baráttunni við Ísak Mána fær hann aukaspyrnu. Nökkvi. Náður að halda boltanum aðeins. Stólarnir. Arnar Ólafsson. Upp á Benedikt en Arnleifur mætir hann framan á hann. Skagamenn er bara að skora 9 mörk í síðustu 2 leikjum, þannig að við óskunum eftir fleiri mörkum hér í dag heldur en bara 2 mörk. Og 8 þeirra hafa komið í síðari hálfleik eða hvað? Já, eða öll 9? Nei, 8. Já, sennilega 8. Þetta er vel spilað, Jónas Aron með sendingunni fyrir á Benedikt. Hilmar Elís eltir hann. Hilmar Elís, hann tekur hann þarna niður. Þeir gera tilkall til að fá vítaspyrnu. Við erum að sjá þetta aftur hér. Ég held að Benedikt Kári hafa nú eitthvað til síns máls þarna og stólarnir allir. Hilmar Elís stígur hann inn í hann. Hann virðist narta aftan í fæturnar hans. Já, og hann svona... En þetta hefði verið eins og... Þetta hefði verið soft. Já, að einhverju liti. En ég hugsa að ef ég hefði verið leikmaður Tindastóls þá væri ég sennilega ennþá að kalla eftir einhverju hér. Jón Gísli komin inn á teginn hinum einn, sendur hann fyrir markið en vel gert hjá Sverrir Hrafni. Skilar þessu í hotspyrnu. Já, það eru nú ennþá eitthvað að í Erlendi. Ég skil þá vel. Já, ég skil það líka. Ég held að þeir hafa einhvað til síns máls þar. Já. Jón Gísli með hotspyrnuna. Vippar hann mér á fjær. Hlynur í baráttunni nær að koma hann að vanna í áttina markinu en ekki fast. Spurning með rangstöðu hér en boltinn endar bara fyrir aftan endamörk. Boltan hér inn á miðuna, Jón Gísli upp á Inga Þór sem að nær ekki að taka á móti boltanum. Mercado niður á Arnar. Ísak. Enga möguleika hann fram á við, leitar tilbaka á Hlynsævar.
Árni Salvar sprengir bara af stað, kemur fyrirgefuna hér, Sverrir Hrafn kemur þessu út úr teignum. Hilmar Elís. Víkingur komið yfir gegn Víði frá Garði, loksins. Helgi Guðjónsson gerir það, skora markið segi ég. Já. Og hérna sending. Já, fjarstöngina en Arnleifur hérna rétt missir af boltanum. Sendingin hans og skrítin út í tegin og þá flautar Erlendur vítaspyrnu. Já. Það auðveldara að setja þið þessa áttina. Alltaf ekki, en mér sýndist nú að þetta hafi verið víti, en það verður kannski ágætt að sjá það aftur. Gult spjald á Manuel Ferriol sýnist mér. Rennir sér í grasið. Já. Þetta Jónas Aron að vísu. Nú að fara hann að gult spjald. Ingi Þór að sjálfsögðu fer á punktinn. Já. En ég held að þetta hefði verið rétt hjá Erlendi. Ég er sammála því. Já, Ingi getur sett þrennu. Já. Það er nú ekki langt síðan að leikmaður Skagamanna gerði þrennu. Nei, Viktor Jónsson gerði það í kórnum. Vissulega. Gerum bara þrennur innanhús. Já. Jón Þór nýtti tímann til þess að gefa Hinriki Harðarsyni nokkur orði í eyra. Eru stólarnir að gera skiptingu eða hvað? Virðist vera, já. Allavega að undirbúa skiptingu. Dominik Förnes þarna klár úti við hliðlínu. Ingi Þór á punktinum. Og hann setur þetta yfir. Sendi þarna Nökkva í hægra hornið frá sjálfum sér. Þetta er bara fast og yfir. Staðan ennþá 2-0. Óþarlega fast. Já. Miðað við það að Nökkvi var bara farinn af stað þarna. Já. Þá gera þeir breytingu. Tvöfaldabreytingu. Það með sýnist. Dominik Förnes spilandi þjálfari fyrir að velli. Inn á 21-77 sem þýðir Arnar Ólafsson fer út af fyrir Kristinn Örn Ægisson og Dominik Förnes fer út af fyrir Viktor Smára Sveinsson. Tveir ungir og efnilegir. Viktor Smári fæddur 2006 og Kristinn Örn fæddur árið 2007. Þetta eru báðir Þórsarar. Oliver inn á Jón Gísla. Hlynur. Ísak Máni kemur hérna niður, fer frábærlega fram hjá Björlóbrygg. Árni Salvar. Einn gegn tveimur hérna og kemur boltanum aftur niður. Hlynur horfir upp en sendingin hans stoppar á Hólmari Daða. Hólmar með sendingunum hér upp á Perseto en Oliver Stefansson á hárréttum stað. Hilmar Elís kemur hér bara inn á völlinn. Ég er enn að bíða eftir því að hann taki eitt svona Lucio hafsenda hlaup upp völlinn. Já. Þetta er Lucio. Já. Brasilíska Lucio í HM 2002 öflugur, já. Tók gjarnan svona hlaup upp allan völlinn.
Hilmar Elís á það til, hann með mættur hér og með skot og skorar að sjálfsögðu í sínum fyrsta keppnisleik fyrir Skagamenn. Almennileg byrjun. Jæja, virkilega vel gert hjá Hilmar Elís. Þetta var sýnist hann var ákveðið það í fyrra hvernig hann ætlaði að fagna þessu. Sjáum þetta hér, skalla frá, þetta er bara einfalt, móttaka og skot, laumar hann hann í nærhornið. Þetta var... Sýndist hann henda í bílinn hann, það var að bakka. Já, var það fagnið? Setti hendina á púðan hinum megin, bakkaði svo. Já. Þetta er ekki leiðilegt. Hann er náttúrulega bara flottur í þessum leik og... Algjörlega gerði nokkuð mörk með Káramönnum í fyrra. Já. Alltaf gott að vera með markefna varnarmenn. Já, það er ekki verra. Og þá skortir ekki hér í vörninu okkur núna. Nei, það er alveg hárrétt. Staðan 3-0, Jónas Aron hann í hlaupinu inn fyrir en hann var fyrir innan. Tino Hotsits kom svo út á flegiferð og tók hann niður. Sjáum hann í horninu. Þeir eru tveir að hita upp með Dín Martin, Mattías Daði og Rúnar Már. Eðli málsins samkvæmt væri svona réttast að setja Mattías inn á, ungur og efnilegu leikmaður í stað þess gamla, en fyrir utan að hann er nýr leikmaður en að koma sér í stand og væri hérna gegn sínu uppeldisfélagi. Akkurat. Svona það breytir aðeins dýnamíkinni. Það var pínu rómatist að hann kemur inn á sko. Algjörlega. Móti sínu uppeldisfélagi. Já. Sendingin hér á fjær. Gengur illa að koma á boltanum frá, spurning með rangstöðu hann á Arnleifur fyrir innan. Skagamenn að flækjast fyrir hverjum öðrum hann í tegnum. Of margir við markið. Já, Dino er búinn að pakka saman út í hornið, þá er spurning. Hvað gerist? Hvað verður? Rúnar Már Sigurjónsson er að skipta treyju. Við erum að sjá hann í fyrsta sinn í þeirri gulu. Hlynur hér í baráttu við Viktor Smára sem hann fer niður en ekki er dæmt. Er það væntanlega Jón Gísli sem að kemur að velli eða hvað? Já, það er líklegt. Mér finnst það líklegast. Við byrjað held ég og alveg örugglega klárað alla leikina 3. Já, ég held að hann hefur spilað hver einustu mínútu í þessum leikjum sem húnir eru. Jónas Aron að leika sér að eldinum á gulu spjaldi og kasta sér í þessa tæklingu. Já, þetta hefði alveg getað verið annað gult sko. Já. Þannig að hann getur prísa sér sælan að hafa ekki fengið það. Já. Það er Arnleifur sem tekur þessa. Með spyrnuna hér á fjær, þetta er of hátt fyrir Hlyn. Manuel vippar hann bara hérna inn á Hólma Daða. Bílóbreg niður á Sverrir Hrafn. Þetta er vel spilað hjá Tindastóli. Konráð Freyr snýr aftur yfir til vinstri og vilja aðeins fá að klappa boltanum. Sverrir svo með sendingu en Árni Salvar kemst inn í það. Sverrir vinnur hann aftur. Vel gert hjá Arnleifi.
Rúnar Már virðist eiga að fá hér 10 mínútur pluss uppbót. Jón Gísli á fjær, en Nökkvi Þór gerir vel í að koma út og handsama þetta. Hlynur Sævar kemst inn í þessa sendingu upp úr vörninni. Jón Gísli í skotfæri, fer á vinstri fótinn en skotið að varnarmanni og beint í hendunar á Nökkva sem hann að handsama boltan. Og hér liggur einn á Tindastóli. Sér fyrir höfuð sér. Ekki hver þetta en ætla að leyfa mér að giska á Sverrir Hrafn. Ég veit ekki alveg hvað gerðist. Jón Gísli. Já, Jón Gísli að fara að velli. Inn á í hans stað í fyrsta sinn fyrir Skagamenn. Nýjasti leikmaður Skagamanna Rúnar Már Sigurjónsson. Landsliðsmaðurinn og nýkominn heim á atvinnumennsku. Já, fyrrum atvinnumaðurinn. Og ef hann kemst í gang þá verður það mikill styrkur fyrir Skagamenn í sumar. Við heyrum undirtektirnar. Kemur inn á miðuna við lið Guðfinns. Hann getur skotið boltanum hann Rúnar, hann á ansi mörg hugguleg mörk í gegnum tíðina. Algjörlega. Úti sérstaklega. Spilaði í Kazakstan og Rúmeníu, Sviss og Norðurlöndunum einnig. Aðalega var í HM-hópnum. Já, var í HM-hópi Íslendinga. Og við erum búinir að nefna það áður en kannski bara fínt að nefna það aftur. Hann er auðvitað fæddur uppalinn í Skagafirðinum. Já. Hér er hann. Sendinguna út til hægri á Árna Salvar. Árni kemur inn á völlinn, við parum hér inn í teig en er ekki alveg að hitta á Hinrik. Hinrik pota boltanum eins og er áfram hér á Artleif en missir boltan aðeins svo langt frá sér. Kristinn og Artleifur kasta sér þarna í tæklinguna, heppinn að lenda ekki bara á honum. Vel gert hjá Hilmar Elís með bindið þarna í bakinu. Þessi skilja sér inn á Inga, Ingi aftur fyrir hér á Hinrik en Kristinn á undan honum í boltan. Við fá breytingu hér hjá Tindastóli. Út af. Já, það er Hólmar Daði Skúlason inn á í hans stað. Við erum leikmaður nr. 5, Mikael Örn Reynisson. Hann er fæddur einnig árið 2006. Hann er sömuleiðis eins og hinir tveir Þórsari í grunninn. Artleifur fær hann aftur frá Inga, fer á vinstri fótinn og kemur með sendinguna en Konni skalla frá. Bjölo Brögg sendinguna og fasta hér fyrir Bersetto. Rúnar og Guðfinn. Hilmar Elís getur
farið af stað hér, tekur hlaupið en Ingi kýs að setja hann ekki aftur á hann. Þetta er vel spilað hjá Skagamönnum. Hlynur Sævar í skoti, þetta er fast en rétt yfir þverslánna. Þetta var alvöru skot. Þetta var alvöru negla. Ekki langt frá því Hlynur Sævar. Þetta er, þessi hefði sungið í netinu, hann hefði aldrei hægt að tala um það örugglega. Nei. Svona þannig mark. Já, Víkingar hafa tekið yfir. Já, þeir eru bara að klára hann að leika mútið Víði. Já, 4-1. 4-1. Það er áhugaverð staða hérna á Gróttu og Þór. Svona 2 leikmenn og 2 þjálfarar hafa fengið rautt spjald. 1 úr hvoru liði. 1 leikmaður úr hvoru liði og 1 þjálfarateyminn í hvoru liði. Já. Sýnist mér. Svona 2 rauð spjöld á bæði liði. Það har sýnt sig núna í sumar að dómarar virðast alltaf að leggja að línu og hafa takmarkaðan húmor fyrir því sem ég náttúrulega mörguleiti sammála hér á Íslandi að þeir hafa verið alls konar menn að bekkjum sem hafa verið gagnandi allan leikinn. Já. Þá geta bara taka á því. En mér sýnist þetta að vera rátt hjá mér að það er bara 1 úr hvoru liði en staðan er eins og að 3-0 fyrir Þór þar. Afturhelding er að slá út Dalvík Reyni. Já. Krampi. Já. Þetta er Jónas Aron. Það eru 5 mínútur eftir að leiknum en ef við myndum útnefna mann leiksins væri það ekki Ingi. Jú, 2 mörk og mjög öflugur. Já, ég held að það sé erfitt að horfa fram hjá honum þetta minnsta. Já. Annars er alveg hægt að gefa Hilmar Elís tilkall þarna. Algjörlega. Við spila vel út úr vörninni. Við erum með allt undir kontról þegar það kemur að vörn. Og mark á Ingi. Og mark. Þannig að þetta eru menn sem er að minna á sig hér í dag, menn sem hafa ekki verið í byrjunarliðinu. Algjörlega. Jóhann Daði Gíslason, bróðir Fannars Freys sem hefur spilað með báðum liðum. Já. Hann er að koma inn á fyrir Jónas Aron. Önnur tenging hans við Skagan. Vinnur hjá Vodafone í söludeildinni með Arnari Már. Já. Þessi er svolítið langsótt en ágætt. Já, þetta er svona alltaf eitthvað. Já. Svona eins og gömul frænka. Já. Manuel stíga Skagamenn hátt í pressu. Rúnar Már gerir þetta vel. Vel gert hjá David Bersetto. Kristinn hér niður á Nökkva. Nökkvi lyftir honum hérna upp, hægra megin. Konni. Flotta sendingu hér vinstra megin. Bjelóbrek fyrir markið og þetta er Benedikt Kári eða hvað? Nei, þetta er Jóhann Daði sem á þetta skot þarna. Dino Hodzic góð sókn á réttum stað. Stóli. Frábær sókn. Það hefur verið eitthvað fyrir Jóhann Daða að skora hér. Hefur ekki tekið mikinn þátt í liði Tindastóls undanfarin ár.
Manuel tekur þetta stutt hér á Bersetto. Fær hann aftur og hann fyrir gjóna hana í bakið á Inga Þór. Manuel á Bersetto. Það fer af Hinrik og í aðra hornspyrnu. Stólarnir ætla nú að koma einu markið þetta. Já, þeir ætla nú allavega að freista gæfunar. Já. Sem ekkert nema jákvætt. Seint í rassengreipinn þó, en kannski bara eðlilegt Skagamenn of stór biti. Já, og svo sem ekkert, þeir voru planið þeirra hélt ágætlega í fyrri hálfleik. Sjáum hér frábæra sendingu frá Inga Þór á Árna Salvar sem sloppinn inn í teginn, en skotið hans ekki nægilega gott. Nei. Hann sem ekki bolta sem hafa fyrir framhjá hjá okkur. Já. Ekki náði svo markið. Það er með 3 með sér í tegnum. Já, hann hefði mátt lítið í teginn. Það er alveg hægt að segja það. Manuel með sendingarna hér upp hægra megin. Viktor Smári eldir þetta. Hilmar Elís á undan honum í boltan. Kemur hann niður á Dino. Dino leysir þetta virkilega vel. Salvar með nópláss hægra megin núna. Keyrir bara á stað. Kemur honum hérna vel á Ísak Mána. Ísak Máni fyrir markið, en ná að stöðva þetta. Konráð Freyr mættur sem fyrr niður í markteginn að hreinsa upp. Ég held að þrátt fyrir tap hér í höllin í dag þá gefið þetta Tindastól ekkert annað en bara kraft og sjálfstraust þessi leikur. Ég held ég verði alveg að segja það. Hér er Hlynur á fjær, en skallinn yfir markið. Sammála því? Ég er sammála því. Ég held að þessi leikur svona, hann er svolítið að spilast eftir bókinni. Bara Skaginn í liði eftir deild sem er bara með þessu góðu rönni núna. Einmitt. Þannig að og Stólarnir ekki hafið sitt tímabili ennþá. Nei. Fóru áfram gegn Magna eftir vítaspyrnukefni. Skaginn að fara að keppa aftur hér í Akraneshöllinni á sunnudaginn. Jú. Móti FH. Já, það er rétt. Vonandi svo sem verður völlurinn klár eftir það og við fyrir í maí að spila á aðalvellinum. Já. En við munum auðvitað eftir upphæði móts í fyrra þegar mótið hófst í maí. Já. Þá var völlurinn bara alls ekki klár. Nei, hann var bara, ég hef aldrei séð neili verða standi eins og í Grindavíkurleiknum í fyrstu umferð. Akkurat, og þá var farið of snemma af stað. Já. Og völlurinn var bara lengi að taka við sér. Já. Þannig að þetta var bara eins og kartöflugarður. Já, þetta var það hreinlega. Það gerir engum gott að spila á svoleiðisvelli. Nei. Áhorfendafjöldi í dag eru 302. 302 á vellinum hér í dag. Hilmar Elís með þessa fyrirgjöf. Rúnar Már láttu bara vaða, já, gerir það, en þetta er rétt fram hjá. Það er skemmtilegt að sjá hann bara skora. Já, það er verið gaman. Maður leiksins að okkar mati er leikmaður 17, Ingi Þór Sigurðsson. Ingi Þór, maður leiksins. Maður leiksins hér. Ég held að það sé svo bara flott val. Já, ég held að það sé bara sammála því. Já. Leysa þessa fyrstu pressu ákveðlega hér. Sverrir Hrafn svo með góða sendingu upp á Konráð Freyr sem að
snýr tilbaka. Þetta er snirtilega gert hjá Manuel Ferriol. Bersetto á Bjelóbreg. Bjelóbreg gerir þetta vel, ætlar að fá hann aftur hérna í hlaupið en það gengur ekki. Henrik Harðarsson í kapplaupi. Það er að búið sér til pláss, kemur honum á Inga, en Ingi missir boltan frá sér, Rúnar Már. Arnleifur gerir vel í að halda honum hana. Það rennir honum hér á Henrik. Henrik rennir honum fyrir markið en var dæmdur rangstæður. Þá flautar Erlendur Eiríksson til leiksloka hér 3-0 sigur Skagamanna sem eru þá komnir áfram í 16 liða úrslit. Verða í pottinum þegar dregið verður. Ætli það sé ekki bara í vikunni? Já, verður dregið í vikunni, mæntanlega bara á morgun. Já, sennilega. Ég myndi halda það. En já, eitthvað að lokum. Við ætlum að sjá mörkin hér. Við ætlum að renni við mörkin að sjálfsögðu. Ingi Þór gerði fyrsta markið á 34. mínútu eftir sendingu frá Ármann Inga. Annað markið gerði Ingi Þór sömuleiðis eftir þessa frábæru sendingu Erik Tobías út úr vörninni. Kláraði þetta ansi snirtilega. Ingi Þór klúraði svo víti hér miðjan síðari hálfleik. Hann skaut yfir, náði ekki að fullkomna þrennuna. En þriðja mark Skagamanna kom svo hér undir lokin frá var Hilmar Elís Hilmarsson sem að gerði það. 3-0 sigur og já, kannski bara best fyrir okkur að fara þakka fyrir okkur. Já. Sverrir Mar Smárásson heiti ég og með mér hérna í dag Björn Þór Björnsson. Við ætlum að þakka kærlega fyrir samfylgdina og já, minnum á fleiri leiki í Mjólkurbikarnum, Keflavík Breiðablik í kvöld. Og síðan bara í FH á sunnudaginn. Á sunnudaginn, að sjálfsögðu, hér í Akraneshöllinni. En þangað til næst, takk kærlega fyrir okkur.